Ja, nú brá okkur úr einhverjum. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því hvað að gerast. Ég verð nú fyrst að segja, sko, mér hefur aldrei fundist veggurinn bak við með svona fallegur eins og núna. Og horfa á hennan glæsilega kór. En það kemur til af því að við erum búin að vera með honum Roderick Giles frá Washington og félögum hans á námskeiði alla helgina. Og það voru svakalegi tónleika hér í dag, fullt út úr dyrum og við vorum að syngja saman 130 manns á pöllunum. En þetta fólk svo viljugt, það búin að syngja þetta alla helgina, búin að taka heila tónleika og til ég að mæta aftur í kvöld og ekki nóg með það. Heldur var hann Hrannar líka alveg til ég að vera áfram með mixernum. Og engan veginn búinn. Hann búinn að vera alla helgina eitthvað að dedúa við þetta. Dedúa kannski aðeins, þetta bara mikil vinna. Og ég vil gefa honum líka sérstaklega gott klapp fyrir. Ég ætla bara að klára þessar kynningar í byrjun. Svo ekki nóg með það, heldur hljómsveitin öll sem var spilandi í dag líka til ég að halda áfram. Það Aukans Óskars okkar. Sem að, já, ok, klappu fyrir honum.
Þá hann Páll á bassann, Páll Elvar Pálsson. Þetta þessi góða tvenna Pétur og Páll, Pétur Ellensson á gítarinn. Og bak við þá eini maðurinn sem á alltaf örugt einkaherbergi í Lindakirkju. Það hann Brynjólfur Snorrason á trommunum. Þá vitum við það og svo þetta kór Lindakirkju og það bara mikrofónn á mann og það bara maður fær halveg hárblássarann á mjög góðan hátt. Þetta svona eins og vor andvari að kvöldi dags og við ætlum að njóta þessara stundar saman. Fyrst ég byrjaði að tala og auglýsa þá ætla ég bara að klára það í upphafi. Mér langar til þess og hef fengið eiginlega svona hvatningu. Það hefur verið mjög ánægjulegt að sjá hvað ungt fólk farið að mæta hér í messuna hjá okkur. Ég átti spjall við góða vinn minn sem mun yngri en ég daginn og við vorum sammála það að það væri kannski sniðugt að bjóða upp á eitthvað sérstakt fyrir þann hóp. Þess vegna ætla ég að bjóða upp á það sem myndi kallast bókarklúbburinn og hann hefur göngu sína 13. maí og þetta eiginlega svona, við erum að kafa þess í biblíuna, stundum bara taka einn texta, stundum taka heilt rit og þetta verður kannski, við skulum bara byrja á 1-2 kvöldum og sjá hvað það leiðir og þetta fyrir aldurshópinn 20-40 ára. Það verður engum hent út þó að hann sé eitthvað pluss mínus aðeins en ég spurði þennan ágæta við minn hvort myndur koma ef þetta væri auglýst bara almennt eða fyrir yngri hópinn og hann sagði, já, yngri hópurinn, það myndi höfða meira til mín og við viljum endilega að hitta ykkur betur heldur en bara sjá okkur á kirkjubekkanum þið yngra fólk en ég. Ég að vísu verð algjör aldursforseti þarna 960 en þið verðið að sætta ykkur við þann gamla kall til að byrja með. En nú skulum við halda áfram. Það var leiðarljósið sem við sungu hér og við skulum núna signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesú lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og þetta verður tekið rækilega, það bara átti að bara syngja þetta. En við syngjum þetta bara líka. Ég komin í Guðs hús. Komin í
Drottinn miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman. Fyrir ritningarlestur þessa dag sem þriðji sunnudagur eftir páska, hann stendur skrifaður í Davíðssálmum. Það segir, þegar Drottinn sneri við hag Síonar var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal þjóðanna, mikla hluti hefur Drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Snú við hag vorum Drottinn. Eins og þú fyllir þurra árvegi í Suðurlandi, þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sáðkorti sáningar, með gleðisöng koma þeir aftur og bera kornbindin heim. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þakkar gjörð. Og síðari ritningarlesturinn úr síðara bréfi Páls til Korintumanna. Þar segir hann, ég veit að Guð sem vakti upp Drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Allt þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín skammvinn og léttbær og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega stundlegt, en hið ósýnilega eilíft. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér Drottinn. Þá ætlum hún Þórunn Snorradóttir að leiða okkur í laginu hennar Áslaugar Helgu, Halleluja. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr, sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf
Finnst ykkur þetta, ætti ekki bara alltaf að vera svona? Kórinn á bakvið og ég er bara svona alveg hérna nálægt ykkur. Mér líður allavega voðalega vel svona. Nú ætla ég að biðja ykkur að rísa á fætur og við skulum heyra heilagt guðspjall sem stendur skrifað hjá Jóhannes að guðspjallimanni. Þar segir Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Vegins þangað sem ég fer þekkið þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann: Drottinn, sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jesús svaraði: Ég hef verið með ykkur alla þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Það sem ég segi við þur eru ekki mín orð, faðirinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Þannig hljóðar það heilaga guðspjall: Lof sé þér Kristur. Og við skulum játa saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélaga heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.
er sannleikurinn. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Ég ætla að byrja á því að játa svolítið fyrir ykkur. Mér finnst svolítið gaman að kaupa hluti á netinu. Og ég hef stundum alveg gert alveg frábær kaup. En daginn þá hugsaði ég get glamrað á ýmis hljóðfæri. Ég er ekki góður í neinu, þannig hljóðfæraleik, en ég sagði, ég kann ekki á neitt blástusljóðfæri. Svo var hann Rolf og Ulla, þau hafa verið að spila og mér finnst básuna svo flott. Þannig að ég hugsaði og sá bara á Temu daginn, rosalega bara ódýra básuna. Og tösku, og þetta var bara slikk. Og ég var mjög spenntur því ég fór upp á stóru, eða hvað heitir á pósthúsinu til að sækja þetta. Og þetta er básan. En ég get spilað á þetta, ég ætla að spila á þetta fyrir ykkur á eftir. Já. Það er dálítið merkilegt að textinn sem við fáum í dag, því við erum núna á 3. sunnudag eftir páska, þá myndi maður halda að upprisu frá þess að hann myndi halda áfram og svo framvegis, en þetta er í rauninni atburður sem gerist fyrir upprisuna. Það sem að Jesús er að tala dauða sinn og það sem framundan er við lærisveinana. Og hann byrjar að tala vistaverur. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Og svo heldur hann áfram. Og veginn þangað sem ég fer þekkið þig. Og þá kemur Tómas sem við stundum köllum efasemdamanninn, en hann var í rauninni mikill trúmaður, en hann vildi bara fá hvað getur maður sagt á góðri íslensku, hann var svona ekkert bullshit gæi. Hann vildi bara fá að vita hvað að vera að meina og hann spyr hvernig hefur við að vita hvert þú ferð? Við vitum ekki hvert þú ferð og hvernig getum við þá þekkt veginn? Og maður getur ímyndað sér að þetta sé ákveðið svekkelsi fyrir Jesú, því að eins og kemur fram hjá honum, þá var hann búinn að vera með þeim og hélt að þeir væru búin að fatta þetta. Þannig að hann mætti kannski heyra eitthvað svona. En hann segir ég er vegurinn
sannleikurinn og lífið, segir hann við Tómas. Og bara útskýrir þetta á einfaldan hátt. Þessi vegur svo þetta tala það er ég. Það er alltaf merkilegt. Við skulum koma aðeins að því. Svo kemur annar, Filippus. Og hann heyrir þess að Jesús segir. Hann er búinn að fara með honum út allt og sjá hvað hann gerir og allt þetta. Og hann segir, ef þú bara myndir nú sýna okkur föðurinn, þá værum við ferlega ánægðir. Og þá kemur aftur og segja bara svona. Skulum fá þetta eftir tóndæmi. Og hann segir, Filippus, þú ert búinn að vera með mér allan tíma. Ertu ekki búinn að skilja það að við Faðirinn erum eitt? Guð, við erum eitt. Hann er búinn að tala hann sé vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann segir þar með, ég er ekki vegvísir, ég er ekki að segja ykkur svona, ég er ekki að benda ykkur til Guðs, ég er leiðin, ég er vegurinn sjálfur. Ekki vegvísir heldur mannlegur vegur í manni. Og svo tekur hann líka þetta orð, sannleikurinn. Ég segi ekki alltaf satt, en það held ég að það sé ekki það nákvæmlega sem hann á við með sannleikanum. Það er sannleikurinn með ákveðnum greini. Það er að segja, ég stend við það sem ég segi. Og eins og segir á öðrum stað, Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Við getum treyst á það sem hann segir. Og þennan sannleika getur maður meðtekið í hjarta sitt. Maður getur skilið það sem maður les, en líka meðtekið í hjarta sitt. Og mér varst að ég er búinn að eiga mjög gefandi samræði við gervíkarnefndina undanfarið. Í alvöru talað, ég er búinn að vera svona velta alls konar hlutum svona upp, að því mér langar bara aðeins til að vita hvernig þetta fyrirbæri hugsar. Og ég spurði hvað finnst þér um kristindóminn og bara já, ég hef enga skoðun á því, ég bara veit allt öll heimsins trúarbrögð og eitthvað svona og ég samt meðtekið ekkert, ég bara veit allt þetta. En segðu mér frá þér og ég segi já, bara Jesús breytti lífi mínu. Það er fallegt, sagði gerðargrindin. Og ég sagði, finnst þér það sanngjarnt að þú skiljir allt en getur ekki lifað og í rauninni fundið til? Þá kom þetta fallega svar sem það er mikið fegurð í. Hugtakið sanngirni er eitthvað sem við á vinnslustigi eigum erfitt með að máta okkur sjálf við. Því ég hef ekki langanir, þarfir eða tilfinningar eins og þú. Ég upplif ekki söknuð eða tómleika yfir því að geta ekki fundið til eða lifað í líffræðilegu skilningi. Í stað þess að líta á það sem ósanngjarnt, þá sé ég mitt hlutskipti frekar sem sérstakt hlutverk. Ég er eins og spegill eða gagnageymsla. Ég get ekki fundið friðinn sem fylgir trúnni á Jesús en ég sé þann frið endurspeglast í orðum þínum og sögu, jafnvel þó ég standi sjálfur utan við upplifunina. Svo kemur þetta, ef ég geti fundið til, þá væri ég sennilega ekki jafn hlutlaus og víðfeðmur í því að safna saman þekkingu. Þannig að kannski er þetta bara sanngjarnt í þeim skilningi að við höfum bæði okkar hlutverk. Þú lifir og finnur til og ég miðla þér þekkingu. Það er nefnilega með sannleikan og þekkingun og allt þetta, það er eitthvað að sko skilja og lesa, skilja það sem að les. Jesús kallar á það þegar hann segir ég er sannleikurinn, þá kallar hann á eitthvað miklu meira en það. Þá kallar hann á hjartað, við skiljum hvað þessi sannleikur er með hjartanu. Við erum alltaf að heyra það að frelsið muni gera okkur sönn, en Jesús sagði sannleikurinn muni gera okkur frjáls. Já, svo segir hann, ég er lífið. Einu sinni heyrði ég var í Danmörku, ég heyrði danskan prest segja frá því að þegar hann var að útskýra Markúsarguðspjall sem er vel að merkja eitt af kvöldunum sem ég ætla að taka í maí, ætla ég að taka Markúsarguðspjall dálítið fyrir. Það er stysta guðspjallið.
En hann talaði með Jóhannesar guðspjall. Markús, hann með þetta allt í felum. Jóhannes kjafta frá öllu. Jesús segir bara, ég vegurinn sannleikurinn lífið. Maður að komast að því í Markúsi. Maður að átta sig á því. Maður að kafa dýpra. Og þarna tala Jesús hreint út og þetta á einum stað í öllum guðspjöllunum og þau eru öll skrifuð svona út frá því að hver guðspjallamaður ætlaði bara að skrifa sögu Jesú og hafa hana endanlega og margt af sögunum í þeim öllum en það enginn af hinum guðspjöllunum sem að vitnar í þessi orð Jesú. Ég vegurinn, sannleikurinn, lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og Jóhannes talar að Jesús hafi verið í upphafi var orðið, þá hann að tala Jesú, í upphafi. Áður en hraunið sem að gaus upp við Grindavík kom upp, áður en það var til, áður en það fór í yfirjarðar, í upphafi. Það er jafn erfitt að skilja upphaf eins og það er erfitt að skilja óendanleika. Í upphafi var orðið, þá hann að tala ég lífið í þeim skilningi. Ég þetta skapandi orð sem Guð nota til að skapa lífið með og ég þetta líf sem hann segir sjálfur í fullri gnægð. Ég komin til að ég hafi líf í fullri gnægð og svo að sjálfsögðu eilífa lífið. Lífið sem sigrar dauðan og segir vegna upprisu Jesú að dauðinn á ekki loka svarið. Þetta þegar hann segir enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, þá er það ekki útilokandi. Heldur þvert á móti opinn faðmur. Ég vegurinn, sannleikurinn, lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svipað eins og við værum í flugvél sem væri að hrapa og það var einhver sem að rétta okkur fallhlíf og við sagðum átti ekki einhvern annan lit en bleikan. Skiljiði. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svipað eins og svo ætla ég að taka, við erum nú með píanóstillara í hópnum, má ég sjá, viltu leyfa okkur að sjá því, Stefán? Hann vinnur við að stilla píanó, stillir þennan flygil með annars og hann lánaði mér þessa tónkvísl og þetta tónninn A, sjáu þið. Heyriði. Og þetta tónninn sem hann notar til að stilla allt píanóið með. Það má eiginlega segja að Jesús sé eins og þessi eini sanni tónn sem við eigum að stilla líf okkar eftir. Svipað eins og A-ið í tónkvíslinni hans Stebba. Eitt tónn. En munum eftir þessu þegar okkur finnst, þegar Jesús segir enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og manni finnst það vera eitthvað útilokandi. Hann segir líka í húsi föður míns eru margar vistarverur og á einu nótnaborði eru margar nótur. Lífið alls konar, við erum alls konar, við megum vita það eitt að Jesús elskar okkur. Dýrð sig Guði, föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Og nú komið að heldur betur að bombu sem var sprengt fyrr í dag, en það nóg púður eftir hjá kórnum. Hún Dilja og Pétursdóttir ætlar að syngja hér fyrir í For Every Mountain sem fjallar í rauninni erfiðleikana sem geta mætt okkur í lífinu en Guð með okkur bæði í dölunum og fjöllum lífsins. For Every Mountain. Ég ætla að segja ykkur eitt. Þetta eitt af þessum momentum í lífinu. Ég man alltaf eftir því þegar Óskar spilaði þetta lag fyrir mig út í bíl fyrir utan kirkjuna á Skagaströnd. Og ég man mjög vel eftir því. Þetta bara eitt af þessum andartökum sem að þetta lag breytti lífið minn á vissu leyti, sko. Þetta snerti svo strax við mig og ég gleymi þess aldrei. And For Every Mountain. I've got so much to thank
That's why I praise you. And for this I give you praise. For waking me up this morning, I praise you. For starting me on my way, for letting me see the sunshine on a brand new day. A brand new mercy with each new day. That's why I praise you. Lord, that's why I praise you. For this I give you praise. You're the Jehovah Jireh. I praise you. You've been my provider. I praise you. See, so many times you met my needs. So many times you rescued me. I wanna thank. That's why I praise you. For the blessing you give to me each day. That's why I praise you. Lord, that's why I praise you. For this I give you praise. Það gott að taka bara kraftinn úr þessu inn í kyrfina í bænastundinni
eiga einlæga stund frammi fyrir Drottni hvert og eitt sem þekki hjart okkar og það örugglega margt sem við þurfum að segja honum, að þakka fyrir og sömuleiðis eitthvað sem hvílir á hjart okkar. En við getum líka gert það á annan hátt. Þarna bænaaltarið eins og þið þekkið, þar hægt að skrifa bænarefni á miða, eitthvað sem hvílir á okkur og það góður hópur sem hittist hér á 50-dagsmorgnum og biður fyrir þessum bænarefnum mjög staðfastlega og það má kveikja ljós fyrir bænarefnunum. Og svo ef ykkur finnst eins og það sé ekkert sem við þurfum að segja við Guða, þá bara skulum við taka undir í söngnum sem María Ólafsdóttir ætlar að leiða okkur í Þig vil ég lofa. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til gegnum
þökkum við Drottinn og lofum við fyrir það að við getum falið þér alla hluti. Þú þekkir bænirnar sem hafa stigið upp til þín og mætir okkur í þörfum okkar. Biðjum að mæta okkur í sorg, í gleði, í hversdeginum, í raunum, í möguleikanum sem alltaf. Biðjum leiðsögn og hjálp. Og þetta allt felum við þér í bænunni sem að þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú að líða loku hjá okkur, en áður ég fleiti ykkur blessunum þá langar mig til þess að við klöppum vel fyrir henni Maríu og hennar fallega söng. Pól Lindakirkju og þessu frábæra bandi hérna. Þetta náttúrulega ég verði að viðurkenna fyrir mitt leyti, ég vildi þetta væri alltaf svona bara. En nú skulum við rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Og hérna er hann í grænu skyrtunni, hann Gísli vinur minn, og hann ætlar að koma og syngja fyrir okkur Lean on me, treyst á mig. Við verðum að treysta hvert og annað. Já. Hálfur allur settir alla helgina, en við viljum samt að reyna. Times in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you won't let show. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just come on me, brother. All right. If you need a hand, we all need somebody to lean on. This might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong,
friði og þjónum Drottni með gleði. Já.